Já, verið velkomin í naflin.net. Hjammen í fríi, hvort sem við trúum því eða ekki, þá kallinn ekki inn í dag. Ég með góða menn með mér, Bolli, gaman að vera með þér. Takk fyrir að koma. Heiðurinn minn algjörlega minn. Og síðan það Jólamæk. Jólamæk. Wow. Það bara þannig, maður komin í helviti gott jólaskap. Það ekki? Jú, ég með einn í Excel-skjælinu hvað þetta frí hjá Hjamma. Já. Og í öllum eðlilegum vinnum væri búið að reka hann. Það ljóst. Það verður að segjast. Ólst upp í fjölskyldufyrirtæki. Við þurfum að skoða það eftir helgi, hvað við gerum. Þetta verður rætt á Þetta rosalega frí. Ég veit það. Herri ástafar, gerum þátt og látum hann heita þetta nafninu mínu. Síðan verður ég alltaf í frí. Já, ég hef séð það. En þið borgið mér það ekki? Já, það alltaf sama mánuði semur þannig og síðan bara verkamennirnir látnir taka þáttinn. Já, akkurat. En við stöndum vaktinn eins og venjulega og 4 fyrir eftir í enska fram að jólum, fram að áramótum. Og þetta verður spennandi. Heldur betur. Þetta verður spennandi. Hvernig líst þér á tímabilið svo far? Tímabilið svo farið, þetta er náttúrulega bara búið að leiðilegt þannig, fyrir mig en núna ég einhvern veginn svona komin í hlutleysið og hættur að láta þetta hafa áhrif á mig, þannig að ég svona farin að njóta þess að horfa bara alla leiki. Já, takk fyrir að mæta í fótboltatreyju. Já, þetta reyndar þetta Leifbúlu? Þetta svona bara þjálfaratreyja ykkur. Þorsteinn Halldórsson lét mig fá þetta þegar ég verið öðrum flokki. Steini Halldórs? Það var þjálfur mig. Já, og lét hann hafa þennan ból? Já, þetta var fyrir mestu framfarir. Það var í staðin fyrir svona verðlunargreipi. Já. Það voru gefnar, það voru græni jakkar. Og hvað bara kaupa þennan ból til að borga fyrir mestu framfarir. Og passar bara ennþá í hann? Já, ég hef alltaf verið svolítið stór. Ég var djúpur miðjumaður á þeim tíma. Já, Bolli var djúpur miðjumaður á þeim tíma og Steini var ekki hrifinn, en við Steini var þetta líka djúpur miðjumaður? Já. Steini var geggjaðan á ekki. Við viljum líka fá tjattið í gang. Við munum verðlauna einhverja góða á tjattinu, gefa einhvern ammó og einhverja veislu, fáum tjattið lifandi, það má spurja Bolla út í skyrtuna, má spurja Mike út í jólahúna. Alltaf... Ég verð ekki með allan tíman samt, það er strax orðið heitt. Já. En við fallegt menn sé að segja elska okkur og öll svona skilabóð mjög þakklátt. Já, öll skota mig, þau verð ekki verðlaunuð, ég stýri þetta núna. Þunnur, 17. laugardaginn í röð, þetta að fara að vera heimsmenn. Þetta er ekki 100% rekord. Hann hefur aldrei mætt óþunnur. Því líka kraftur. Já, það hjálpaði mig líka við senkum þættinum klukkutíma. Það var ekki að skemma. Það var ekki að skemma, nei. Og þú næsta laugardag, þunnur aftur þá. Það er staðfæst. Það er jólaþáttur körfuboltakvölds og eitthvað eftir það. Já. Ég var reyndar þunnur þá líka, en það verður bara til þess betra. En hvað þingar, það ekki bara hugarast út? Jú, ég held það mitt á sínum tíma það væri svo leiðis en svo komst ég að það var ekki en þegar maður ungur eins og þú, ég var að koma að staði þannig að mamma einn reynur yngri en ég þá það er spurning ég þurfa að fá leyfi hjá henni til að taka með mér hérna til Köpen það gæti þurft að þú þurfa að koma með okkur á handboltan á handboltan Mækari, svo ferður þú í smáfrí já, síðan fáum við smáfrí en það verður eitthvað með mamma og pappa já, það var kíkt í Bandaríkjuna Elisabeth Trump baran Mækari, það var að spyrja hvort að það sé einhverjir grískir jólasíðir hjá Mæk um jólin. Nei, ég bara þekki ekkert hvernig þeir eru, grísku jólasíðir. Nei, það er bara svo þeir. Þannig að ég svara bara hreinskilnilega, þá er ég ekkert, var svolítið að hella í mig á sínum tíma, held ekki ekki sér svolítið í því. Já, bara eins og við. Já, en ég hættu því, nú byrjar að bera verðingu fyrir þessu. Já, Anna var nú upp á teiningnum síðustu helgi. Síðust, já, ég tala um jólin Já. Ég verð líka næsta laugardag smá þunnur sko. Já, látu ekki Hjamma taka þáttinn bara einn það gæti enda þannig máli að Hjamma að fara með mér í Ölsin þann fösta þannig að við verðum báðir svolítið svona já, og ég líka og Mike en ég sé svolítið bara lókist að við látum Hjamma bara sita einn og næsta laugardag verði bara með góðan einleik tekur Helga Sjón með sig bara já, og hans fínu frú já, fá kæru sér að allar vera með allar er þetta eitthvað grín? Nei, Mækari, er þetta ekki draumurinn? Myndur þú höndla þetta? Ég vil ræða með þetta eftir þótt Já, við höldum áfram, það er engin hádegisleikur Það er engin hádegisleikur í dag en við skulum byrja bara á Chelsea-Everton Er það fyrsti leikur? Já, það er fyrsti leikur, þeir eru náttúrulega 2:03 Byrjum á Chelsea-Everton Bolli, hvað séu fyrir þarna? Geta Everton
gert Chelsea menn skráðu á brúnni? Sko, mér dreymdi þennan nú ekki en mér dreymdi nokkra leiki umfyrinni en ég held að Chelsea vinni þetta þægilega þetta er svona 2-0 cirka bát ef við tóra, þeir eru svona gætalega poppa upp, ég veit það ekki Chelsea, takið þennan örg Það er nú einn maður sem ég trist að drauma og það er ekki þú Bolli Mike, hvað sér fyrir Ég með dreymdi þetta einmitt í nótt Dreymdi þetta allt saman í nótt og mér dreymir svo mikið á nóttinni mér dreymir meira eftir að maður er eldri Já, síðan líka þegar maður er að drekka og dreymir ekki neitt þannig að ég var ekki í sömraði Þannig að sko ég sammála Bolla með þetta þú veist, fyrir mér held ég að Chelsea vinna hennar leik en ef við tökum síðustu 4-5 leiki þá er Everton klárlega heitara lið Já, það er rétt og Everton er bara búin að vera mjög heitir og þetta er ekkit góður tímendilega fyrir Chelsea að mæta þeim Nei, Kai Seto er í banni Hann er ennþá í banni Ég held bara að ég er ekkit að djóka með þetta sko en hann þarf bara að fara að ótta sér starfið sitt Maresca ef hann myndi alltaf fara að tapa þessu leik því að eftir hann Arsenal-leik og þessar 2 leiki á móti Barcelona og Arsenal sem eru þarna einhverjum 4-5 dögum þá hafa það bara verið ömurlir Þú veist, jafntefli við Bournemouth 0-0, bara eitthvað svona leiðilegu leikur 3-1 tap fyrir Leeds og tapa svo fyrir Atalanta bara miða deild á Ítalíu og eru 1-0 yfir þar mæta með sitt besta lið og það er einhver einn leikur í viðbót til þig Nei, þetta er Atalanta var síðasta leikurinn Nei, svo er einn leikur frá Arsenal-leiknum í viðbót til þig Þetta er Chelsea, þetta er jafntefli mútið Arsenal 1-1, 3-1 tap á mútið Leeds og 0-0 jafntefli mútið Bournemouth og síðan 2-1 tap Er þetta 3 leikir? Já, ég held að Þetta eru 4 En er ekki bara 4 með Arsenal, en ég er að tala um eftir Arsenal-leikin en ekki búin að vinna 4 og síðustu 3 bara mjög slækir og það er press á þeim í dag því að ef þið vinni ekki í dag þá er bara toppar og þann bara endanlega farin en er engin press á Everton þú veist, þeir fara bara í meistaraldarsæti eða vinna hennar leik en ég held að þeir rífis upp Chelsea í þessu leik og vinna þetta ég held út af því sem undan er gengið er að þetta er svona leikur sem þeir vinna samt sem áður, að því að við erum nú hérna með 10 leiki og svo náttúrulega pílan og annað og fyrir þá sem að finnst gaman setja $1-2 eða evrur á helgar eða íslenskar krónur og eitthvað, þá myndi ég nú svona eiginlega láta þennan leik vera sko Já, þetta gæti verið Þetta er trikki leikur sko Þetta er algjör grassagildra en 5-24 og Everton Það er sexy Já, mér er 1-69 og Chelsea lágur stuðul með að við gengið Chelsea undanfram En strákar, getum við séð hérna við erum með þetta með booster Það er hjaminn Já, getum við séð hjaminn að gott að skýra þetta líka eftir hjaminn þó hann sé aldrei hérna Og gott að taka það fram, hann er búin að detta síðustu 2 skipti Já, þessi hefur dott í síðustu 2 skipti og við vorum óefnir í fyrsta skiptið, Mike Já, það var ekki óefni það var bara dómarskandall eins og maður segir Já Þannig erum við að tala sko, ég get ekki tekið það á mig þótt að ég hef verið einu sem klikkaði þá ekki frekar mikið hana í lífun ég er spennt og oftast á okkur aðra það er best En þetta við erum með Birmingham sigur Birmingham sigur? Hvað er hver setti það inn? Býta var ekki alltaf að banna okkur að tala um eitthvað annað heldur en ennsk úrvalsdeildar Við máttum ekki tala um íslenska þegar allt var að ég sko flegi Ég veit það Þetta er svo mikið hræstnæri sem náðum Sér mætir hann með Birmingham Birmingham sér, veitum ekki svona móti hverjum móti hverjum strákar er Birmingham að spila Þetta er Birmingham Svo er hann bara fullur í köpun og luxushóteli Birmingham Charlton Allir þessi silt bara því miður klúðrist ekki þar en síðan erum við með sko við erum með yfir 3,5 mörk í Liverpool Brighton síðan erum við með Palace Manchester City þetta er þú Mike fyrri áleikur 1,5 Ég er búin að vera með sama betti allan tíman City það bara gangurinn á City er þannig núna að það eru mörki fyrra áleiki í þessu leikjum og færi og þeir eru alltaf að opna sig aðeins líka Þú breytir þessu ekkert, þó getur þetta bara klikka Nei, þetta klikkaði allir fyrst umferðinni fyrst getur mótið Newcastle en það var eins og ég segi dómarskandall Það er rosalega þessi myndi detta, ég held Arsenal Ulfs, hver er með það? Já, það held ég að detti, ég held Arsenal vinni á 3-4-0 Já, bara 5-0 ég sá Ulfsen á móti United En ég að Liverpool Brighton yfir 3,5 mark Hver með það? Það er eitthvað sem segir mér að þetta verður algjör marka Já, þú er með það, en hver vinnur leikin? Það er svo sem, við fyrir það betur og eftir Sjáum til, en við erum búin að ná 20 og ég meina þá ættu að ná 15 Það er 25% niður Já, þetta lítur En þessi skemmtilegur og er ekki menn bara on it Jú, alltaf Seta á Það eru 101 sem komast á Já
Við viljum helst bara vera búin að klára þetta áður en við förum úr útsettingu bara fá sem flesta inn á þetta en strákar, hvar eru við með baráttanum brauðið við skulum líta yfir það það er gaman að fara yfir það við skulum aðeins fara yfir það förum yfir gærdaginn, fyrir síðustu helgi Hjammi klikkaði á sínuleik hann er -10 farum maður bara -10 með klikkar á leiknum mér sýnist það nú það er með að við leggjum 10 undir klikkuð þá eru við -10 þeir sem unnu eru þá upp setjast á 10 og það eins og Bolli vann á 387 þá var hann upp 38,7 þetta hérna naflin er upp +3 því hann ákveða frá PSG og heimaður það var eitthvað sem kvíslaði mér að PSG myndi taka Renzo heimaður hvernig ætla þú að vinna þetta in the long run og það er alltaf að vera á þessu hann er bara býður eftir að við klúrum Bolli þeir eru búin með jafnmarga leiki en hann er 35,7 stigum undan þér samt er þið báða búin að vinna eitthvað leik hann er 48,7 stig undan þér ég er að spila þetta eftir ákveðinni taktík og þá getur það reikana Sörenski, mann ekki óvart að hann sé að taka þetta save líka en af hverju, Pítur fyrirgeðu af hverju Sörens með 15,4 en ég 3 af hverju ég ég sammála því af hverju Sörens með 15 Ættir þú ekki verið með 13 þá? Jú, þú ættir verið með 13 við skulum nú og þú ert með 13 Hjammi hefur vantilega verið fullur úti að reikna þetta Ert ekki með 13? Ég hefði haldið það Nei, hann er með 3,87 Þið verið að gera þetta eitthvað reiknum til búin ístra og hvernig ætla að hafa þetta því að það virkar ekki hann sem er 15,4 en naflin 3 Nei Það er rétt búli staðfistir 13 Það verður að segja Jammi hefur verið eitthvað í því þegar hann verið að gera Hann var ekki verið í bókaldinu Sjáum helgina núna, strákar En málið er bara það að þyrfti meila að byrja núna leðildur í bollan alltaf en ég vissi bara ekkert þegar ég var að grínast með það að Brentford myndi vinna Tottenham að það var að fara inn í þetta ég fattaði ekkert um hvað það voru að tala en ég tek það bara -10 en það líka er ég að fara að fá 3,37 núna á þessi jafntefli í Sunderland Newcastle sem er stórt Sjáum helgina núna, strákar naflin aftur með Atletico Madrid að bóti slagasta liðin og Spáni sami stuður bara Hjammi síðan fyrir utan ég held ég þetta verið enski boltinn Hjammi, hann leiði öllu að vera þarna og hann er nú þetta bara með Bolton Wanderers Hjammarinn og ég held áfram minni taktík ég tek bara heimalið sem er á að vinna Sörens ákveður taka Real það er og þetta er Alaves, stór kall en sjáu ég líka hvað er Mike, hann er með jafntefli í Sunderland núna ég ætla aldrei að fara undir 3 í stöðul í þessari keppni Nei, ég hrifin að segja meðan allir eru einhvern veginn konur á minnvagn enginn með undir Þetta er einhver þreytasta keppni það er allir með 1,1 í stöðul Já, nú þarf ég að spila það Ég skil bolla, allt til að spila save einu umferð ég mun taka jafntefli núna og svo mun ég taka eitthvað alvöru næstu helgi, það sem verður jafnvel 5 í stuður En maður finnur að menn hafa með ríkalega áhuga á sem menn er að ringi í mig og segja bara og svona ráðleika með hvernig ég á að spila þetta þannig ég er bara að hlusta á chatið og ég hlusta á það sem ringi í kallin 772 40 35 En þetta verður spennandi en ég er eiginlega pottitur og að Sunderland Newcastle verður jafntefli Það verður rosalegu leik Já, 0-0 Það er leikur helgarina fyrir mér Af hverju erum við ekki þar? Jú, það er til að fara á þetta Það er bara þannig, við tökum höldum áfram og það er annar leikur, það er bara 2 leikir klukkan 3 strákar. Já, samt alveg stórir. Já, og 2 stóri leikir og það er Liverpool Brighton bolli, segðu mér, hvernig ætla dómarinn að aðstofa Liverpool? Hvað er nafnlið, þú varst líka að skrifa þetta bara enga skilbúðum gerð, hvað er málið með þetta, ég skil þetta ekki alveg, en allavega Ég er bara rétt hjá það. Þetta er bara í gegnum árin þá við erum bara búin að vera með dómarinn á hvar? Hvað í meistaradildinni? Já, ég saman að reyfur aðeins í hans og bara sleppur Þú verður bara að dæma Nei, það verður ekkert að gera það, hann gæti alveg gert það Taka niður glirun, segi ég Herðu, Liverpool vinna síðasta leik það er, þú veist þegar það er svona mikið ókyrrð, það er allt í gangi ég held að hópurinn sé að þétta sig saman og ég bara þú veist, alveg sem ég vissi að það myndi gera játtöflum mútið Leeds, þá veit ég að Liverpool vinnur leikinu mútið Brighton Hvort ertu Sala eða Slott? Máli er að ég er mikið friðarsinni bara yfir höfuð það er bara þannig mann vinnur og friðarsinni og ég vil bara menn náið saman, talið saman Ertu með þetta á einhverjum bumpersticker eða einhverjum limmi? Nei, ég bara, þú veist, ég bara trúa kærleikan og ég vil bara að þessi stráka finna út úr þessu þetta eru tveir englandsmeistarar sem þurfa bara að tala saman og það er bara þannig það er ofta erfitt að vera, þú veist, það er kalt á toppnum
og þeir eru bara að finna fyrir pressinu, nú gengur illa Sala að fara í Afrikukeppnina, þú veist, það bara margt í ólagi, ég held að hann skorar í þessu leik. Það var að koma skemmtileg hann ekki hóp. Þetta er 4. skipti sem Bolli með okkur í hjama.net og þetta er fyrsta skipti sem hann spáir Liverpool sigri. Já, það er svoleiðis og hef eiginlega bara alltaf haft rétt fyrir mér sko í hinskiptum. Það er bara, mér dreymdi þetta nú ekki en ég þekki... Getur ekki dreymt allt? Nei, ég þekki mína menn. Ég er ekki berðri minni sem Mike, en ég finna þetta á mér. En Sala er auðvitað ekki hóp? Jú, Sala er hóp. Hann byrjar hann að leik, ég hef enga trúið. Nei, það getur ekki verið. Jú, ég held að byrji og hann skorar og Liverpool vinnur og hann fyrir bara, þú veist, núna, það er eitthvað... Það er svona draumurinn fyrir púlarinn að þetta gerist, sko. Já, og hann var slótt. Og er ekki típist að gerist. Nei. Jú, faðmast, það getur... Svo hittaðist náttúrulega Hallærisplanni Heiðar Ausmann og Bolli og allir þessi gæjar, skilur en ég held að Liverpool vinnanleik og ég bara út af því ég sammála þessu sem var að segja að ég held að hópurinn þéttist aðeins við svona þeim finnst ég eitthvað að vera að vorkina þeim það er ekki nokkur lífandi maður að vorkina þeim sko og þeir eru allt og mörg stíð þessari deild sko, þeir eru miklu verið stíðir en eiga að vera með rólegir ég fengur 15 stíð og vistu 5 leikjónu þetta var svona 6-7 sko og það sem þeir grísuðu þar sko og það náttúrulega kom bara í ljósa hvernig grísin var að svo náttúrulega bara kom hrunið það gerist alltaf þegar menn eru hefnir en ég held að það var bara fýll leikur höfum aðna í Mílanó gott að vinna, mjög gott að vinna þann leik því að þeir hefðu mögulega að mista topp 8 í Champions League sko deildinni ef þeir hefðu tapað þeim leik mér er alveg saman hvað við lendum í þessu Champions League og það skiptir náttúrulega máli þeir fengur PSG fyrir það er með toppnum og gaman og deildarmeistar það er gott að sleppa þessu 2 leiki sko svo er náttúrulega bara dreigið Þú veist, og þeir eru ennþá vælandi því að við ekki PSG okkur eru þið þá ekki bara í sambandstildinni blikarnir taka glaður á móti ykkur sko umöldu á PSG er í meistaradildinni og ætlar að vinna meistaradildina þá ertu meðal hans að vinna PSG það er svolítið svekkjandi að vera í efstasæti og fá PSG ertu ekki að lenda í efstasæti til að fá eitthvað það er ekki þannig hver skiptir máli hvort þú það er ekki neitt íþrótt það er ekki neitt íþrótt þannig að þú ert í efstasæti og að þú ert í efstasæti og fara bara að velja þér lið í 16 sko. Það er ekki sænska hokkið Bolli Jesus þannig að en ég held bara líka bara að það að Brighton hafa ekkert verið góður undanfarið sko og þú veist Liverpool er bara búin slakir og heimavelli rátt að pressa sér í drast og Sönderland og tapa 1-4 fyrir PSV nú held ég sé bara pirrar og reyður og þeir vinna þetta og þetta er þú veist að það sé hærri stuðl og Liverpool heldur en Chelsea þú veist, mér finnst það skrítið en Grassagildran, hann var út í gæri það ekki með þér Linus Beir kemur stóri hristingunum frá Bolla og Sala skorar vinnir það voru dregið fram hátíðar múffan og allt á flegiferð við fáum Ammo og Hlinn það var góð spurning þetta er geðug spurning en Leopold vinnur hennar leik og ég held meiri segja mögulega að menn geti farið í -1 á þennan leik Hlinnur, sendu e-mailið á Instagramið á Epic, það er Ammo og Hlinn fyrir þig geðveik grafík þessi er góð og förum yfir Bolli með bildir Bolli, takt okkur í gegnum ennan bildir ég bara held áfram með þessa trú mína á mínum önum á móti Brighton, Liverpool vinnur ég bara samla þeir, það verða nokkuð mörk í þessu og ég veit það fyrir víst að Virgil van Dijk skorar með skalla eftir hotn því að hann fær 2 döðafæri hverju leik nú hlýtur að detta alltaf, ef það er ekki Kerkes fyrir eða eitthvað svona vonan og reyndar hann verið langt frá byrjunarliðinu að hann skorar í þessu leik ég held að þetta ætti ekki að geta klikkað og þið eru búin að vera væli og ég sé alltaf með lágan stuðul og svo leiðilugur þessi vit er þetta ekki bara approved Mike þið verðt náttúrulega með þetta mark á Van Dijk, þá var þetta góður stuðul þetta er alveg sniðuð segil sko thank you hann getur alveg skorað Mike approve, ég held að þetta sé mér finnst hann bara með líklegri mönnum Liverpool til að skora sko en það var rosalega stuð það segir kannski mikið í liðið höldum áfram í sig og það er Burnley Fulham ég er í Burnley treyju þetta Bolli, þetta mætti ekki í treyju ég er í mestu framfara hann er í dag líka þetta er tekið inn í gær hann er 17:30 þessi leikur hann er í dag þetta er bara, ég fór aðeins yfir því þungaðutinn í gær þetta er bara leikurinn fyrir Burnley ef Burnley tapar þessu leik þá geta það bara þá bara er það 100% ára að falla en ef Burnley vinnur en leik þá er Fulham bara komið í fallbarótt þannig að þetta er algjör 60 leikur hvernig fer þessi leikur Mike? ég held að fara í aðtöfli
Já, Bolli Ég segi Burnley vinni út af því að Mike talar mikilvæg ég bara, þú veist Já, ég meina þetta er svakalegur stuð heima þetta er á törf og þeir með baki uppi vegginn fræga 4 ég sagði þetta ég samt að fara að setja smá dúlur á Burnley 4 í stuðul sko ég bara 1x, hvað er 1x strákar þið kíkja á það ég held að það sé bara bett helgarnar sveimið þá það ekki, mér líst mjög vel á það ég trú ekki að Burnley tapir svo leik nei Burnley Nei, ég meina, ef þeir tapir ég meina 1.83 það er alveg næs þú ert alveg með kaffi og síkól myndið þið taka Burnley og taka þetta pick taka Liverpool og Chelsea ég myndi sleppa Chelsea já, tökum Liverpool með þessu þeir vinna alltaf Bolli er búin að segja hvernig þeir vinna alltaf svo er næsti leikur það taki bara laugardaginn eins og ég ætla að gera þetta þá kannski er best fyrir menn að gera þetta ekki því að það er mjög líklega að þetta er ekki en ef það ekki Arsenal-leikinn farið bara mínus 1,5 á Arsenal þetta er ekki eitthvað rosastöð þannig að fýtna á svona já hérna erum við að dansa strákar þetta ekki svolítið laugardaseðilinn þetta er rosalegt þetta er geðveikt ég ætla að elta þennan seðil við fáum hennar seðil í chatið svo geti eld svo er þetta geta afrita seðla því game changer já, þetta er en við höldum áfram bara í leiknum sjálfum Arsenal Wolves, fyrst að koma þangað Bolli er eitthvað annað til fyrirstöðun en Arsenal sé að fara vald yfir innanleik? Nei, Danny Donut vinur minn er á vellirum Danny Donut? Það veit ekki hver hann er hver nennir að eyða lífinu sinni það á laugardagskvölda frá Arsenal hann er bara að vera að versla og fá sér ölsin bara gaman hjá hann og hann það þyrfti að borga með svona miljard til að fara kl. 8 á laugardagskvölda það er svo margt annað að gera í London kl. 8 á laugardagskvölda og eftir leik í 2 tíma að koma sér frá þessum velli sko í einhverja lestu á laugardagskvölda ég mitt var að fá minningar af því sko akkurat fyrir ári síðan þá var ég á Arsenal Everton í desembermánuði sko, og þá sá leikur enda 0-0 bara leiðilegasti leikur, bara Premier League sko tímabilsins ég farið nokkur sinnum á Emirates ég er búin að fara á sko eitthvað meistaradeild, hann fór 0-0 ég fór á Arsenal United sem að skipta einhver máli að vera restin á tímabilinu ég fór á Arsenal Everton í janúar ég get komið söguna þá eftir og svo hef ég farið á Arsenal Chelsea það fór 1-0 fyrir Chelsea held ég þetta eru allt búið að vera hundlegilegi leikir og ég var á bókasafni með gutta minn í vikunni bara svona aðeins að tilla og svona og það var mikið meiri stemning þótt hann ekki mátt hlaupa þá var aðeins gammal hann og frendans en það var mun meiri stemning þar heldur en hann sko. já, ég skal trúi því þessi leikur sko máli 3-0 ég hefði átt að gera við 3-0 ég held að þetta fari í 4-1 Wolves er ekkert að vera að skora ég ætla bara að segja það reynd út að ég ætla búin að tala um það að ég hef ekki hort á Wolves á þessu tímabili ég hef ekki áhuga að eyða lífið mín í að horfa á Wolves nema ég horfði á það síðasta mánudag á móti Manchester United ég er náttúrulega Manchester United maður og ekkert annað að gera á mánudag ég elska þessa mánudagsleiki og ég átti frekar vona á dauða minn mildur en þessu Wolves sko hefði ekki unnið bestu deildinni þetta er klárt lélegasta lið í sögu en skúrastildar en hvað af hverju er það svoleiðis? Hvað gerist? Þeir bara búin að missa allt kíktu bara byrjunlið, ég þekki 1 eða 2 þeir hafa alltaf verið að lendið það sem verið að taka það þeir eru með Jóta, blessi sér minning hans hann var náttúrulega aðna, Petro Neto var aðna skrimslega á kantinum Neves var aðna hann Ruben Neves miðjumæður var aðna Semedo var aðna og fleiri alltaf verið með gott lið góða Portugala og frá fleiri löndum líka Kunja þetta Kunja var aðna bara í fyrra þú veist þá var líka kannski orðað aðeins slagara og endast leikbunum ég verið að spyrja þessar spurningar í þættinu hjá mér hvað gerðist, var eitthvað fjárhagsvesen eða eitthvað hefur gerst því að þeir eru bara með eitthvað sétdeilda spilara þetta er ótrúlegt sennilega bara, þú veist, úrlóttir er ekki að fara yfir miðjusleik og ef úrlóttir gerir eitthvað í þessu leik að þá er bara allt þetta rekin sko þetta er bara þannig, þeir eru það lélegir sko. Nei, minna það er líka bara trúin er sko löngu farin hjá þeim þeir vita alveg að þeir eru að fara beint niður þeir eru með 2 stig og þeir eru ekki að fara að styrkja þeir eru þetta fúlla með að börlega eitthvað heima næst og svo er útileikja mútið Liverpool United útileiki og það er þessi næstu 3-4 útileikja mútið Arsenal Liverpool United en svo gæti líka Arsenal alveg skora breytti fyrir áleik eins og þið sjáðu svo margótt í Arsenal
verið síðan hundlegir, tekið alltaf sínar 20 sekundir í innkostin og allt þetta og svo skora Saka á 91. Þetta fyrir 2-0. Það er búin að sjá þetta oft. Og vinnuðin sem er á vellinum mögulega með kaðalinn hálsinn og síðan einhvern veginn, þú veist, leikur er búinn þarf þetta ruslaðar af vellinum og einhvern veginn ég fær alltaf á 70 já, ég verið klukkur orðið það margt og kemst ekki út að borða nei, og svangur í lestina, býða og konum upp á hótel kl. 12 þetta hljómar er svo skemmtileg ferð þú ert að fara með mér út nefnilega, það verður ekkit svona í okkur nei, ég verðum að fara að spila Mike-boltan það verður engin svona það var eitthvað leikur eitthvað vel seint þarna á Íslandi bara förum við ekki á hann hvernig er það, Mike? Hættum við bara í okkur í köpun hvernig er það, leikur þú veist, daginn áður, þið vaknið, þið eru þunnir þú veist, þið hafið allan daginn, hvernig er þetta að spila þann dag við þunnir? Nei, þið tveir við erum ekkert að vera þunnir hvernig er þetta bara fyrir hátteginu við bara erum að sötur á daginn svo erum alltaf að fara til að sofa fyrir 12 það er bara, það er herægi þegar menn er að ferðast með mækarinn Hjammi var nú með mér fekk eitt kvöld með mér í London daginn og hann röflaði allan daginn um að fara í kasínó svo kom bótt til að segja, hérna er herbyggi þitt hérna er herbyggi mitt, nú erum að fara að sofa við erum að fara að ferðast á morgun þannig að hann fó bara pingu lítill inn í herbyggi og fekk ekkert að fara á kasínó og við fórum bara að sofa þegar ég verði að fara að sofa fyrir 12 þetta lítur vel út þá er ég góður líka í 12 tíma en við erum að koma út á sunnudegi bara 11 og það er eitthvað United Arsenal á sunnudin þannig að nú það eru handboltinn að fara að stilla upp almennilega í kringu það fyrir okkur þegar það verður að vera það komi gýri menn það er stýttist 2050 í hann það verður eitthvað fylgst með þessari ferð á Epic Bet samfélagsmiðlunum strákar, höldum áfram Crystal Palace Manchester City bolli herðu hvað sér þið fyrir þér hérna? Ég held náttúrulega bara að sitt í vinnu þennan leik en þú veist, Crystal Palace er svo mikil ólíka þeir er bara Crystal Palace bara geggjaðir ég geggjaðir, ég bara, þú held að þið vinni bara suma ástöðu á grassi heldur að vinni sko. Þú veist, þeir eru betra lið en eins og við vitum sérstaklega við Liverpoolmenn að Crystal Palace er ólíka þetta tól og ef þeir eru á deginu sínum þá geta þeir vel unnið þetta er svona leikur sem ég myndi ekkit sérstaklega vilja snerta sko, Mike, Palace er búin að vinna 3 leiki í röð, þeir eru ekki bara að fá það getur ekki verið Burnley 1-0 sigur mútið Burnley 2-1 sigur mútið Fulham og síðan eru við með einn skítaleik í byggarnum Sjálfbóru já, en United leikunum, hvað var hann? Hann var undan því fjórði síðast það var alltaf rosalóð efnir að tapa þeim leik já, þið lendu bara í hakkavílunni já, það er bara þannig Mason Mount-vélinni Mjási komið Mjási frá þú, já, hann er þetta búin að vera fín en ég er svona fróarinn svona aðeins neldi mig niður í þættinum í gæri ég á búin að segja sko eitthvað sem hann hataði mestan Guardiola væri Crystal Palace það er ekki alveg þannig að það situr rosa límir í sér leikur 2021 þegar að Crystal Palace fer á Etihad og vinnur 2-0 það sem skora 1-0 og svo þetta situr bara í sókn allan tíman svo fara þær upp í restina ég bara get ekki glemt þessu leik trúlega hef ég verið með eitthvað á þessu á þeim tíma og þetta verið eitthvað að henda mér illa en ég get bara ekki glemt þessu leik en síðan alltaf vinnar það á líki bikarúrsleik í fyrra þannig að og það eru nokkur jafntefli frá 2021 en það er vist engin sigur hjá Palace fyrir utan bikarúrsleikin hann googlaði þetta eitthvað í gær og mér fannst þess að það er meira en það er einhver jafntefli og ég veit hann hatar að fara þarna og spila við Crystal Palace Guardiola og fyrir utan að Crystal Palace er bara hörkulið þetta verður mjög erfiðuleikur fyrir þá og þetta er 1-8 í stuðul á Manchester City en sigur þarna alvöru statement þeir megi ekkit annað að vinna því Arsenal vinnur alltaf úluna þá bara vinna þeir, þá bara vinna 2 stigum og það verður alltaf meiri titringur í Norður London það er bara þannig ég vona að City vinnaðanleika yfir alveg hreins það vona ég líka sko. Ég sagði nú í þættinum í gera ég væri að fara í Lindakirkjun 11 í fyrramáli og biðja í messu fyrir því að City myndi vinna verður Gummikalli að sjáum þetta Séra Guðni Guðni Harðars er þetta alveg kongur það er bara þannig sko það er alltaf gátt að kíkja í Lindakirkju ég er að fara þangað og biðja fyrir City ég talaði það mátt biðja fyrir United líka fyrst þú ert þarna ég tek þér örgulega með að biðja fyrir þér eftir kvöldi í kvöld já, eftir langa helgi Herðu strákar, talandum Palace eru geggjaðir ég ætla að fá aðeins henni ég með smá gjafir hann ykkur það var kvenfélag hérna út í bæ sem hafði samband við Bolla
og þau vissi að hjá mig erlendis og vissi að ég væri með 2 menn sem eru búin að eiga stórt ár, naflinn náttúrulega bara maður ásins í mínum bókum og mækarinn bara, þú veist, alltaf solid. Já, þokkalega stórt árið mér en ekkert til hinn og nafla. Nei, ég veit það, en þú er náttúrulega búin að eiga það mörg ár og þau vita líka að það er kannski meiri streita en venjulega og það vildi koma þess á okkur og það er alveg múffur þetta kallar þetta er alveg askja. Það er jólamúffur, handa Mike og Nafla. Já, takk fyrir það. Ég segi bara takk Bolli og takk kvenfélagið, blöss. Já, það er kvenfélagið hérna út í bæ, það vildi nú ekkit vera að segja hvað þið hétu. Nei. En þeim þykir hrikalega vænt ykkur horfa alla laugardaga. Þetta er ekki að gera, takk fyrir mig. Já, ég segi bara takk fyrir mig. Það er alltaf gaman að fá gjafir, sérstaklega jólunum. Já, og svo bara væri gaman að vita. Þetta verður undir tréð og eftir. Já. En það væri gaman að vita bara næsta þetta hvernig þetta virkaði. Já, ég takk ekki bara með mig til Bandaríkjunum og við setjum þetta undir tréð það. Við höldum áfram strákar, Nottingham Forest Tottenham, Bolli. Já, þetta er svolítið er hjammi þunnur á morgun því hann er búin að vera bara, verður ösku fullur í þessari fersinni. Hvað er hann, Dublin? Nei, Köpen, hann er ógeðslegur. Jósef er bara að senda á mig eitthvað að heyri í honum og reyna að róa hann eitthvað. Hann er rosa stór með sig þessa dagana. Já, hann verður sér til skammar en sko hvað maður að segja? Ég hef ekki hugmynd. Það veit engin neitt. Þú sjáu líka stuðlan á þetta. Ég samanlega, en ég held að Tottenham vinna ekki hennar leik. Nei. Ég sé ekki alveg Dæsaran tapa þessum leik en sigur á Tottenham þá svona í fyrsta skipti í vetur getum að tala smá stöðuleika. Þeir náðu að hanga á sig í jafntefli á móti Newcastle sem var alltaf ótrúlegt. Síðan þeir bara með fína sigra í Champions League og í deildinni og svona þannig að þetta aðeins börið, þeir vinna þarna þá svona geta þið færið ágætt þá verður jólapartí það er ekki að fresta jólapartí eins og United hefur stundum þetta að gera það er til miður strákar erum við ég var reynda til í eitt gott jólapartí eins og vorum þetta í gamla dag samanlatarspartíin það er hristi hópin saman en þetta er mjög erfiður leikur og ég ætla að segja að þau skori bæði þessu leik þetta er bóttínd og skor það er það er gott sjátt. Hvað segir þið strákar, getur við hringt í Hjamman? Hlynur Orri spyr framleikir. Hjammin er ekki að svara Nei, kemur ekki óvart. Sá ætlar ekki að vera í vinnunni. Hann er á Englaríki eitthvað stærri Kristaníu sko. Hlynur Orri spyr framleiki Hjammi og Tottenham vinnur. Mér finnst ekki ólíklegt, ef það ekki er rétt. Það er nóg til og hann fær ekki að vinna. Er þetta ekki á morgun 2? Þetta eru margir leik kl. 2 á morgun? Já, þetta er sko kl. 2 á morgun eru 4 leikir, já. Nei, Hjammi er ekki að svara við gefum honum bara algjörlega frí það er bara svo það er búið að vera álag á kallinum en hvernig fer þessi leikur í tölum Mike? Ef þú ætlar að reyna að tippa á þetta ég ekki bara að fara gegn sjálf nei ég ætla að segja 2-1 fyrir Nottingham Forest og ég vona að Tottenham vinni ég ætla að segja 1-1 já ég segi að þessi leikur fari 1-2 Tottenham það er svoleiðis já ég held að þá erum við með 1-2 á þetta erum við ekki bestir þannig þetta er erfiður leikur þetta er leikur strákar höldum áfram Vestam erum við að taka Sunderland Núngastúl núna tökum Sunderland Núngastúl þetta er líka skemmtilegur leikur Mike, byrjum á þér hvað er Sörens að fara að gera Sörens er alltaf bara að fara að pissa í buksunar því miður hann meikar ekki svona leiki þetta er líka til kl. 2 á sunnudegi hentar ekki Newcastle Nei, það hentar ekki Núngastúl það verður brjálu stemning þarna og þið eru kannski betur með það en ég hvernig þessi lið spiluði síðasta móti hverju öðru ekki grænan er ekki bara 2017 eitthvað sliðis ég er með þetta það er mjög langt síðan þetta er bara það 2017 nei, það var þið mættust í bikarnum í fyrra og síðan í deildinni var 2016 það mættust í bikarnum í fyrra þið mættust í bikarnum í fyrra Núngastúl vann þann leik 3-0 já, þá bara gat Sunderland ekki neitt og þetta er líka loka leikur fyrir Afkon þetta er nefnilega loka leikur og Sunderland er að missa öruglega er að missa eitthvað 7-8 leikmenn öruglega 3, 4, 5 og byrjunlið 3, 4, ég veit ekki hvað eru margir já, hugsaði líka sko þessi gaurar sem eru að fara Afkon það er líka eins gott að þessi menn gefi allt í þennan leik þeir muni gera það en Newcastle eru bara góðir þessa dagana en þáttur að Newcastle séu góðir þessa dagana að þá muni gæðin ekki ná meira öldur en það því Sunderland muni gefa allt í hann þess vegna er þetta eins og ég sett í
baráttunum bröðið á hann. Þetta bara jafntefli. Já, þú varst með þetta hennar leik þar. Og þar mun ég fara að stinga ykkur af. Já, ég held að mín taktík mun nú ríkhalda ef að reikna rétt. Við byrjum nú að hafa það líka. Við teljum bara upp í bókunum. Þannig að ég með guttanum helgin og mikið að nóg að gera og nóg að fara og en ég hann hlóra píluna eitthvað líka. Já. En ég tek það kannski bara kvöldið í kvöld og á morgun, en þetta leikur sem ég horf á. Þetta trúlega eini leikur sem ég tek bara 90 mínútur spenntur, sem maður segir sko. Ég ætla að vera sammála Eyþór Helga inn á chatinu. Sunderland vinnur hún leik. Já, það líka gaman skoða leikin síðastir mættur 2016, þá voru enda 1-1 og markaskorunum Mitrovic og Jermaine Defoe. Já, alveg voru markaskorur. Já, alveg senterar. Þetta er alveg senterar. Mitrovic ennþá að spila. En ég held að þetta fari 1-1 aftur. Já, 2-1 Sunderland. Var ég ekki með bildur á þessu leikstrákar? Fyrir maður sem við bildur minni hérna. Bæðileg alltaf bara skori. Er einhvern tíma bildur dottið á þér? Já, alveg 100%. Það held ég ekki. Hæ? Það er ekki einu svona litlum seðlum í handboltanum sko. Ég var eitthvað óheppin ekki einu svona minnast á Lindir. Var ég brjálar. Ég var bæði sko búin að hugsa Siggi Jeff átt að vera aðna, síðan einhvern veginn tók ég Lindir í staðinn. Siggi Jeff. Ísidor skota mark. Sammála því. Það er alltaf spjöld til núkastúlur alltaf. Ég færi náttúrulega bara yfir 4,5 spjöld í þessum leik sko. Já, sammála því. En Newcastle færi alveg yfir 1,5. Já, þeir fá 2 spjöld. Anthony Gordon er ekki að fá skora. Hann er á vítunum. Já, það er spurning hvort að fara 1-1. Annars lýst mig vel á þetta. Já, og ég veit ekki Gordon frekar en Van Dijk, en því náttúrulega hækki stuðlun okkar vel með því. Ég er meiri bara að skjóta á markið. Því ég veit hverju skjóta á markið. Þetta er alltaf hjá mér. Já, ég veit alltaf þetta. En svo er alltaf eitthvað svona eitt sem að klikkar, eðlilega, en mér finnst ég harður að vera að henda á markaskorara. Já, ég hugsaði, þú veist, ég er alltaf hrjúin að taka vítaskyttuna. Það er sniðut. En mér finnst þetta er típisku leikur sem að koma bæðilegin skora sér hvora vítunu. Já, það er gott. Ég er eitthvað sem segir mér að þessi sitt og mögulega fer Ísidor á punktinn. Fáið þennan í chatið, strákar. Ég er eitthvað sem segir mér að chatið sé hrifið af þessu seli. Ég sé það bara, þeir eru ánægð með þetta chatið. Þetta er svona leik maður poppar. Ég poppa líklega, Pepsi Max og poppi við þessu dæmi sko. Já, höldum áfram. Þetta er 2 á morgun eða ekki? Ánað þunnur. Ég segja hann máttu í dag sko. Já, rautt spjald eða víti. Herðu, þetta er skemmtilegt. Þetta er risa stuðl. Rautt spjald eða víti. Já, þetta er sama bett og hann var með hjá mig í Chelsea Arsenal og þá var 3-30 held ég. Og 2-7. Þannig að hjá minn er að lækka stuðlana helvítið á honum. Já, takk fyrir það hjá mig. Fes ég hann bara í frí. En þetta er gott bett. Þetta er gott bett á þennan leik. Ef ég myndi tækja þetta á einhvern leik helgina þá var þetta. Já, ég samla því. Sindri Jensson spyr hversu margir GOT verða hjá Minidokk í kvöld. Já, vá. Þeir spurt að stóru spurningarnar eru spurðar. Ég verður að segjast að Ég ætli keppni við. Ef ekki að segja hvað ég hafa línuna. Yfir undir 7,5 gin tonic, Monkey 47 greip pílaðir. Já, það er ekki yfir undir 7,5, er það ekki línan? Mér veist það. Og ég held að nú hvað er yfir 7,5? 1,01 eða? Já, þetta er ekki. Já. Þetta er það er munliggja nokkur í valnum. Jú. Það er 100%. Það verður gaman í kvöld. Það er bara þannig, strákar. Höldum áfram, tökum Vestam Aston Villa, Mike. Byrjum á þér. Þetta er bara mjög erfið leikir helgina. Já, Villa er náttúrulega búin að vera á svakalegu rönnu og 2,06 Magari. Já, en Vestam hefur náttúrulega verið að lifta sér upp. Já. Og með nýjan þjálfara og Santo er komin þarna og ná jafntefli þarna í United, þú veist, tapa bara í hörkuleik fyrir Liverpool, eru óhefnir að vinna ekki í síðustu umferð, útileik á móti hverjum? Þeir komast yfir, þeir jafnaði uppbótartíma og allt eru vitlaust. Já, á móti Brighton. Brighton jafnaði uppbóti, Brighton var heimaðli í þeim leik. Já. Þannig að Vestam eru allt annað liðeldir í byrjunum móts. Er ekki bara jafntefli? En Aston Villa er búin að vinna 8 leiki í röð. Það er móli, það er lengsta rönn síðan 1914 hjá Aston Villa. Já, Villa, já. Það er rísa móli. Hræðileg byrjun, maður held að þjálfarinn er bara rekin og það var allt í rugli.
og bara sama lið, litla breytingar ég aldrei hrifinn af því að það séu litla breytingar ég vil alltaf hópar séu stuðar þótt að gangi vel en Aston Villa hefur gengið vel en þeir eru bara með það gott byrjunarlið og þeir eru það massíft lið Matti Kass hörku hægri bakur þeir eru bara mennska landsliðsmenn í hafsendum þeir eru með besta markmann í deildinni landsliðsmarkmann Argentínu Lukas Diggin bara var að spila lögatsöllum með Frökkum mot Íslandi einu besta landslið heims Tílemann segir besti miðjumar í heimi þegar hann heill Ollie Watkins, Morgan Rodgers John McGinn getur hlaupið endalaust þetta nefnilega drullu gott lið þegar allir eru með og ef þið vinna þennan leik þá ekkert annað í stöðunni fyrir Aston Villa heldur en að mæta í janúar taka upp helvítis veskið, kaupa 2 alvöru leikmenn og reyna bara að berjast titil það bara ef einhver tíman þá það bara núna og því að stíma ekki tekin að þeim og þetta bara, mér finnst þetta eins og það var eitthvað leikur þarna við vorum að fara yfir á hann, ég held að vera í fyrsti leikur þarna Burnley Fulham, mér finnst þetta svona statement leikur, ef Aston Villa vinnur hann að leik, útivöll á móti Vestam, næst síðan United heima reyndar með okkur aðeins í því á sunnudaginn á stóra kvöldur okkur alla ef Bolli fær að fara út eftir kvöldi í kvöld ég er búin að fá leyfi búin að leyfi svo kvöldi í kvöldi Bolli gæti fengið rautt spjald eftir kvöldið til að prjóna þannig að og þá bara það ára alveg leikur í Villa þannig að ég ætla bara að segja að þeir bara vinnina leik samt þetta verður drullerfiður leikur en hverja unnur daginn 1-2 útivelli þeir voru 1-0 undir var ekki nei, það var ekki Söndel þeir gáttu náttúrulega ekkert á móti Söndel það var í byrjunmóts þeir voru 1-0 undir daginn Aston Villa á móti hverju liði útivelli og vinna 1-2 í seinna hálfleik var ekki Leeds það var bara risa sigur því Leeds voru bara betri og 1-0 yfir þeir eru aldrei að fara að vinna Aston Villa svo einhvern veginn vinna leikin það eiginlega bara United sem fært þetta nafli eins og á móti Palace ég veit það þeirra Palace lendi í hakkavelin Leeds betri í öllum tölfræði Leeds voru nefnilega miklu betri en Aston Villa vann ég held að þetta verði bara eitthvað svipað það eitthvað með þeim hvernig fer þetta í tölum, Mike? Ég ætla að fara eins ég held að vera 1-2 fyrir Aston Villa Hvað segir Bolli? Ég ætla bara að vera hjartala eftir þessa ræðu þá ætla ég bara að samla ég jafnvel að hey guys ég ætla að taka því ég skeiti í fjallinu í dag ég ætla að taka bara dag 1 í fjallinu að Villa það var morgun ég sagði þetta ekki, höldum áfram en ég tek á morgun þegar hann byrjar aftur ég bara get upplýst þjóðinu það að ég tek Villa Hefur einhvern tíma komist lengar en á dag 3? Ég tók 2 núna í desember dag 4 Mér finnst þú alltaf vera að byrja upp á nýtt það fylgir þessu en ég ætla að taka morgun í fjallinu sama hverju verð, hvort ég var á degi 2 eða 1 þá tek ég Villa sigur hvað þarf að taka 10 dagir röð? Já, ég hef aldrei farið í þetta Þú verður að hoppa á gamla góða snjóboltanum á sínum tími þessu einu á Íslandi sem vann hann 2 sko svoleiðis Þú verður að fara í þetta Þetta er miklu skemmtilega en þú veist en það þarf samt að taka 7 dagir röð og þetta eru 10 ég ætla bara, ég skal negla mér inn hvað ég negla mér hún á eftir negla inn á eftir þá ég að klára þetta á Þorláksmessu geggjart, rétt fyrir jól Ég líst vel á það Strákar, höldum áfram Brentford Leeds Bolli 4:30 á morgun Þetta er erfið umferð þetta er krefjandi umferð Hvað erum við að fara að sjá fyrir okkur þarna? Ég trú að Leeds í þessu leik Ég sé alveg jafnteflið hana Það er mikla trú að þú sér jafnteflið á móti Brentford það flott úrslit fyrir Leeds er búið að vera mjög flottir í sístu 3 leikjum City, Chelsea og Liverpool 4 stig og bara hefur þess að geta verið fleiri sko voru óöfnir að tapa City mjög óöfnir og jafntefli við Liverpool og hefði getað tapa því það hefði líka getað unnið þannig að 4 stig var bara minimum þegar þeir vinna Chelsea sannfærandi þeir eru náttúrulega high on sky eins og maður segir eftir þess að 3 leiki en þeir fara náttúrulega jörðina móti Brentford í London í dag nokkuð öruglega myndur segja ég held bara Brentford unnið þetta er ekkit leikur fyrir Leeds núna sko þetta er 2-2 ég meina Brentford búin að tapa sístu 2 leikjum og segir 2-0 Brentford við sáum það síðast eitthvað Leedsarnir áttu frábæran leika mútið Liverpool Bolli Jú, það var gaman hjá ég sé þetta 2-2 mér finnst það líklegt í London búið að vera helviti smörk hjá Leeds í þessu leikjum búin að skora það er bara gaman 8 mörk á móti Chelsea, Liverpool og rosa gaman þá sko það verður ekki gaman í dag og Leeds hafi ekki haldið reynu í 12 leikjum í röð
og þetta eru 9 mörk þetta eru 8 mörk þetta eru 8 mörk mútið Það er rauninni allt sem stiður þetta 2 dæmi hjá mér Það er ekki vitlaust að setja Bolton til skora á seðil Já, hvað fáum við í stöðu Lóðastrókur? Það er sennilega ekkert eitthvað rosald Ég færi bara á Brentford í þessum leik sko. Já, heyrðu, 1,73 Þetta er endar Þetta er gott Ég held að Brentford haldi hreinu í þessu leik Heldur að Brentford Já, ég held að fari 2-0 fyrir Brentford Klukkan hvað er þessi leikur? 4:30 5:30 Já, það er svolítið jafnteflis tími sko. Já, er það jafnteflis Já 4:30 á morgun 16:30 Já, það er alltaf eitt síðdegisleikur á sunnudegi Hann er ofta stórleikur Brentford Leeds Það er ekki súper söndi Nei, þetta er 4 leikir hérna. Jó, það eru 5 leikir samt Já, og náttúrulega Sunderland Newcastle Takk Þessi er ágætlega ræðanir Já, það ekki og hérna, en Mikael, hvernig fer þessi leikur í tölum? Hvað er að fara að gerast þannig? Brentford Leeds Já Ég sagði það í 4. skiptinafli 2-0 Fókus 2-0 Brentford Hann var á kæjanum í gerð Já, ég vil bara hafa þetta á hreinu Við erum chatið var að spyrja Ég held að Brentford vinni sko. Ég er bara, eins og segir Það er ekkert búin að vera sérstakir undanfarið Tappa hvað, 2 röð Það er bara þeir þurfa að rífa sig upp á vinnaðanleik Já, og einhvern veginn Lítsarnir hljóta líka bara að vera nokkuð sáttir með uppskýruna í síðustu tölum Já, þeir eru það náttúrulega Mál er að hún er fljóta að fara til anskotans fyrir Gjórbræðið ef að þeir fara svo tapanast í leikjum móti slakariðum sko. Þeir þurfa að byggja á þetta hvað sem er að vera að gera núna móti slakariðunum En þetta er bara Leeds inn í end Hvað heldur þú nafli? Já, það er eitthvað sem segir mér að Lítsarnir sé að fara að vinna hennar leik 2-3 Það er ekki að þetta heyra 2-3, alveg leikur Já, minna, þú veist, við erum bara búin að sjá það að Lítsarnir eru skemmtikar oftar í þessu deild Er maður ekki í hálfleik þá er maður að pipra steikina Já Svo sunnundasteik bara leiðandi búið 2-3 var ekki leiðalegt svona til að hitta upp fyrir það Nei, það væri nú ekki verra, skal ég segja Það eru mennir að kalla á chatinu að þingan sé að detta leka inn hjá þér Þú mennir að tala um að setja detta svolítið mikið út Nei, það er ekki rétt og við skulum það er sko líklegt dagsins að hann fá ammá fyrir þetta það var glimtu en við höldum áfram strákar enga vitleysu Manchester United Bournemouth þetta er svolítið leikur umferðarinnar Æ, strákar, verið faglegir og eðlilega er þessi leikur klukkan 8 á mánudagskvöldi Mike, er eitthvað betra en mánudagskvöldleikur Mér veist, ég elska þetta Já Þessir allar ruggluðustu eins og Kristjánli félagi minn og fleiri Þeir hata þetta sko Þeir segja þetta eiginlega helgina En þú er hann alltaf forveikur sko En málega það fyrir mér eiginlega þetta ekki helgina því að það er fullt annað að gerast helgina sko Já, er þetta ekki bara framlengja helgina eða eitthvað? Jú, og svo bara fá þetta mánudagskvöld Þetta er í 3. skipturinn á hvað síðustu 4 mánudum Já Þetta er undir í Það var Everton, var hann á mánuði? Ég var á þeim leik og síðan náttúrulega leikur núna síðasta mánudag Þú voru ekki sendur aftur endar og svo var síðasta mánudag var úr úrlóðir og svo var þess á milli var hvað, Vestham var það ekki á mánudag? Nei, það var á 50 Það var á 50 það var svona virkudagur líka Við erum ekki búin að spila helgi bara Nei, við spilum ekki á lögudegi fyrir bara í febrúar En er þetta ekki leikurinn sem Magalendingi kemur? 0-3 í fyrra Hvaða Magalending? Já, bara unnið úlfana og svona þeir hátt upp eftir þann leik Nei, ég get ekki sagt, við hefum enga innistæði til að vera eitthvað Nei, og þetta með hvernig talið Það eru risa leikir framöndan í Manchester United eins og ég sagði það er náttúrulega Aston Villa útivelli á sunnudaginn og síðan náttúrulega er Boxing Day það er stór leikur á Boxing Day þeir ákveðu bara að hafa 1 leik Já, þetta var bara, það er Manchester United í Boxing Day, það er bara Manchester United Newcastle United Já, wow. Mike og Nablin vs. Sir Já, það verður eitthvað Já, og Nablin því miður ekki viðlátið þá í Ameríku Ég tek Sir eins og reistan til þann daginn en þetta eru risa leikir fyrir United framöndan, þannig þeir verða að vinna þennan en eins og ég segi fyrra 0-3 fyrir Bournemouth og United hefur verið í alvarlegu vandræði með Bournemouth sko. Og Bournemouth því að bara sjá líklegt byrjunarlið hjá Bournemouth Semenyo, Kluivert og fleiri þessi kalla bara Evanilsson þessi kalla sem eru aðna þetta er ekki slakar liðeldur en United sko, eiginlega betri sók sko. Ég er skítrættur við innanleik Er þetta ekki bara gamla góða jafnteflið? Nei, menn United hefur ekki unni Ég er með bildir á þessu leik og ég held ég hef sett 1x ég var fyrst með 1 ég þorði ekki í 1 Verðið þið ánægðir svona fyrirfram ef ég bara núna gerir svona jafntefli sáttir? Nei, ég er brjálaður Já, en sjáðu bara liðið hjá Bournemouth þetta er ekkit slakar liðeldur á United sko.
Nei, þetta er það ekki slakar lið. Ég meina, United hefur ekki unnið Bournemouth síðan 2023. Þetta eru 3 leikir Þetta eru 3 leikir í röðu núna sem United hefur ekki tekist að vinna Bournemouth. Þetta Bournemouth grílar. Bournemouth líka bara pakka þeim saman í fyrra. Já. 0-3 á þessum velli og ég meina ef Alisson væri trúlega í Center United sem inni og væri alltaf í liðinu miðjumennir þeir hlaupa meira heldur en miðjumennur í United og vandamáli á United, MBM og Kuna hafa náttúrulega verið bara skelfileg sko. Hvað gerðist það? Þegar þú komnir á fýtt skrið? Ég veit ekki hvort MBM sé að spara sig fyrir Afríku eða bara hvort það sé svona hann svo þungur, hann bara hreyfist ekki. Þannig að alltaf samanlega og þetta, horfum við bara að liða í Manchester United þetta er bara svo langt í frá ásættanlegt þetta er bara ekki nógu gott fótbolta. Það er bara alls ekki. Nei, ég minna, en Bruno hann ekki að fara að setja hann í þessum leik? Jú, Luke Shaw hefur verið ágætur þú veist, en hinir tveir ekki að vera byrjunarmenn í Manchester United fyrir mér Amat og Dalot eins og Gilsarinn sagði í gamla þetta sendum henni Sunderland og það er kannski ekki hægt lengur nú er Sunderland mögulega betur en við en Amat og Dalot þeir eru ekki á Manchester United klassa mínum mati þú veist Bruno Fernandes er það og Casemiro er það en Casemiro er náttúrulega orðin svolítið gamall hann verið spila alla leiki hjá honum hinni 3 eru það alveg en þeir þurfa líka að fara að stíga upp en Mount er búin að finnst mér besti maðurinn í síðustu leikjum. Hvað kölluðu Hakkavelin? Já, það var þeir það var Krista Pala sem lenti í Hakkavelinni. Þannig að mér veist þetta bara ekki gott lið. Nei. Ég vil sjá Lisandro Martínez þarna en svona setti ég þetta. Ég held að Bournemouth skora alltaf þessu leik. Já, og til að United tap ekki leiknum þá verður það sjálfsögð að skora verður það sem kunna rekna skotin á markið, það er klárt Bruno sem munu báða skjóta á markið þá er þetta bara til að fara á Tokyo hotspinnar Þú tókst hotspinnar Það er rosalegt Ertu búin að skoða veðrið í Master Spanna eða eitthvað svona hvort það verður eitthvað rók sem muni hjálpa þessu? Nei, ég fór ekkert í Spanna en ég held bara að Bournemouth fái nokkur hotspinnar í þessu leik Bournemouth er ekkert að fara að pakka neitt í vörð þetta er skemmtilegt þeir eru ekki búin að vera onnit undanfarið en ég held að þetta sé svolítið leikur fyrir þá til að snúa genginu við hefur gengið vel þarna og þeir munu fara all inn á United þessa vörn ég meina Bournemouth búin að vinna sístu 2 leiki Old Trafford 3-0 báða 2 leiki núna skjálfu ekkert að beinunum 6-0 þannig að en þetta er erfitt prógram framöndan fram að þessum leika móti Úlfónum áramótin og þá eiga þeir Newcastle heima og þetta eru 3 heimaleikir en ég er búin að segja þetta og ég er búin að segja þetta í mörg ár og það er tölvöldnar staðfest þetta bara sem ég er að segja United er bara miklu betur útivelli heldur en heimaðall þessi gæðir United, þeir þól ekki pressun á heimaðall þeir eru búin að vinna á Anfield þeir eru búin að vinna á Selhurst Park fleiri og fleiri en heimavelli litlir Já, það er eitthvað Bodli það er þannig, United er bara betur útivelli það er bara Bodli, hvað sér þú fyrir hvað er fyrir það? Herru, ég var bara til að spá sér jafntefli bara solid 1-1 United einhvern veginn kemst yfir Bruno með markið og betri svo skora Bournemouth og takja við leikin Já, ég held að United er að fara að vinna hennar leik Mike Ég vona það ég er bara það er engin kraftur í sóknarleiknum í United finnst mér en ég veit ekki hvort þetta verið byrjunlið en mér finnst alveg hefði verið mögulega með hann miðjumann Kobi Mainu mögulega mætti hann fá þennan leik ég veit ekki með Sirkse hann er bara einhvern veginn ekki steiktu gaur maður en mér finnst alveg þú veist mér þætti alveg eðlilegt að MBM og fengi bara farið bara bekkin í þessu leik og svo er hann farinn en hann verður með hann í liðinu hann mun alltaf hafa hann í byrjunum þannig að þeir þurfa bara að rífa sig í gang og þetta er bara must win en eins og ég segi þessi betbildir þarna ég held að hann sé nokkuð klár ég trú ekki að Bournemouth vinni Nei, ég er sammála því Þannig að 5,5 ég meina hvað farið í Landsbankanum í dag Já, akkurat það er ekki svona tölur á 90 mínútum á 90 mínútur líka En við skulum strákar lokum sem þætti á þeim klóka þetta eru þetta svo vinsalasti seðill Það er ekki með betbildir og neitt leik Hvað sér við? Það hef ekki með betbildir og neitt leik Nei, hann komst ekki í það Það var aðeins búin að fá sér þegar Djúvis fyllibit Þetta er ekki svona komið Og svo er hann með úrað á sér og er að mæla sig allan daginn Já, það er ekki Þetta er svo klóki og hann er bara
Það spurningum við rekum að bara sem þættina og lögum hún bara vera með sinn þáttum þess að Champions-deild. Já, ég held að það verður nú bara þannig fram eftir að við tökum þessa vakt og síðan eftir þetta Hjammi með einleik. Já, milli 12 og 1. Milli 12 og 1 Hjammi með einleik Champions-deildina. Ef við skoðum Seil, þetta yfir 1 mark í Huddersfield Wigan í fyrri hálfleik. Þetta Cardiff eða jafntefli í fyrri hálfleik. Þetta yfir 1 mark í Luton yfir 0 mörk í fyrri áleik yfir 0,5 Luton Porter, hann komin í aðra deildina. Þetta rosalegt. Já, síðan þetta Swansea fær yfir 1,5 spjald á móti Stoke út í velli og síðan erum við fyrri hálfleik í Norwich hotspinnur. Norwich þarf að fá 2 hotspinnur að minnstakosti í fyrri hálfleik. Hann ekki búin að vera svona mikið fullur því að þú þarf að vera blá edru til að finna upp á þessum sæli. En ég get alveg sagt hlustundu það að trúlega, ég ætla að bakka hjá mig upp með því að það trúlega enginn í Íslandi sem jafn fróður þessar deildir. Nei, það alveg. Og hann virkilega horfur á það. Og ég búin að fylgja nokkur svona sæðlum hjá honum. Jú, eins og núna í vikunni og fylgdi einum var mjög sárt að hann var búin að segja passið ykkur samt á Swansea og það var eina sem klikkaði svo unnuður náttúrulega leikinn skor í fyrra áleik en allt hitt ég við ekki að ég var vel pirraður heima þá sko að ég var að spáði slepp honum svona sleiknum en svo tók græðgin yfir hjá Mike eins og ofta áður og græðgin hefur ekki skilað mér vel í þessu lífi ekki gott að vera gráður ég þekki það ég fæði aldrei langt á því í lífinu að vera gráður það bara nákvæmlega leksían sem við ætlum að loka en hann góður í þessu og allt til að henda eins á þetta. Já, ég þetta allt klón 3 eða? Þetta svo sem eitthvað í hátteginu og fara bara strax á þetta. Það bara nákvæmlega þannig, við ætlum að eltu þann klóka, það sko engin græðki Bolli, takk fyrir að vera með okkur. Já, bara aðeinslegt. Mike, alltaf hefur að vera með þér á lögum. Já, sömuleiðis. Þetta bara búið að vera góð þáttur. Hjammi verður mættur hérna næst vona ég og þá þökkum við fyrir okkur að sinni. Það 51 búin að en þá next James Bond hann klikkar ekkert Bondarinn það ekki búið að taka ákvörður það ekki búið að taka ákvörður en Boosterinn það kom 51 í hann það eru nokkuð pláss eftir tæplega helmingur en áður en hættum strákar farið þá tökum við 1 hérna ég var að fá frá einu mesta pílu meistari þjóðarna því hann nú háa mig pílu og við verðum að setja 1 seðil lokum eins á pílu hver ykkar maður í pílunni? hvað hérna Gary Anderson svolítið minn maður maður hrifist á honum ég görum præs við förum í gilding á móti Crabtree farið yfir 3,5 sett förum í Luke Woodhouse sem ég reyndar held að vinna en ég ætla bara að fylgja þessu seðli og þessu meistari ég ætla ekki að segja hver þetta Nei. En þessi gæi veit allt píluna það Luke Woodhouse og Boris Kresmar það 180 í öllum settum og ef þau eru að fylgjast með pílunni ég er að benda mönnum á þetta ef þau eru að fylgjast með pílunni þetta eru örugglega eitthvað þessu bettum eru ný það allan ný fyrir mér og ég er ekki alveg hjemme í þessu að það eru rosalega margir leikir sem sem 180 öll settum settir fara allan í 3 leiki og geta verið upp í 5 það var bara 180 og ég tók þetta í gær á Fanven og það datt að hann myndi fara yfir 180 tækja öllum settum að datt í síðasta skotinu í honum en Woodhouse voruð búin með það yfir 180 öllum settum og síðastu tökum bara 3 það Humphries og Ted Evets og það sama hann í kvöld 180 öllum settum Já, Humphries að fara að taka og ef mennilega harður geta bara tekið Humphries ég tók ég veði að Humphries myndi vinna mótið Já, en segjum bara 100 í öllum settum á það Þetta 3 í stuður þetta ekki eitthvað roslegt, bara hafa gaman Fáum þennan segil í chati, ég ætla að elta þennan segil Eltið þennan að við verðum alltaf að taka smá píl og svo náttúrulega næsta lögadag þá verðum við hérna aðeins litlir kannski en samt stórir alltaf stórir og þá verður náttúrulega pílan alveg í algleymingi þetta er skemmtilegasti tími ásins ekki einn, þetta er skemmtilegasti ég horf alltaf á vorið þegar úrslitakeppnin í körfu og einhvern veginn enski er einhvern veginn að klárast og meistaradeildin og þetta það virkar mjög skemmtilegt þessari körfu núna Tindastóll er ekkert með svo mikið yfirbörleið sko nei og Álftanes, þeir eru heldur góður Árumál sterklega ég þarf að taka fundi fyrramáli með Kjartan Atla fílaða minn ég kem með þann fund nákvæmlega þannig strákar, gaman að vera með ykkur Hjammi.net þakkar að sinni Hjálmar Örn verður mættur hérna næsta lögadag
Mögulega Gæti þurfti eitthvað Gæti hringt sig henni veikan En við göngum út frá því að hjá mig eru mættur þetta næst. Við þökkum kærlega fyrir okkur.